bara þetta á þessu ári, sko. Er þetta sást greinina að pappa bótiðar væru konur í tísku? Herru, það er þetta góða punktur. Nú er pappa líka minn komin inn. Sko, strákar, þið getið ekki. Ég veit að þið eru náttúrulega bodybuilders í gæsalöpum. En þið getið ekki mótmælti ef Leonardo DiCaprio sjálfur, kóngurinn, ef hann er að fara að mæta og segir að hann segir það kannski ekki, en hann er að rúlla með pappa líka núna. Já, það er samt full hart að segja að þetta sé bara tískan. Kannski er hann að fita sig fyrir hlutverk. Já, það getur vel verið, en hann er svona í dag og það þýðir það að ég get verið svoleiðis. Ert þú að fita þig fyrir einhver hlutverk? Já, ég get nú ekki sagt það, en strákar, þetta er inn í dag. Þetta er inn í dag. Já, hvað það kallast pappabody? Þetta kallast dadbod, eins og þið kalla þetta. Dadbod. Egil, hvernig ert þú? Ég hef ekki verið betri. Aldrei? Nei. Og er einhver ástæðafrið og sett svona góður? Góð spurning búin del. Það er sól, það er sumar, það er léttið í mér, lífið leiku í mig. Þetta allt svona spilar inn í. Hann er bara feskumar, hægt að yfir er kall. Ég hef aldrei betri. Og nýja businessniðin blómstar eða ekki? Jú, bara, það er bara brjálega að gera. Þetta er ekki lægi. Ég var einmitt að fara að spyrja hvort þú væri komið með eitthvað nokkuð fyrirtæki í morgun. Ertu búin að vera... Ég meitt, getur hendi fyrir mig í sjóðin. Getur þú losa mig við hérna nokkuð fyrirtæki? Ég man bara í gömlu ég man þegar að vísi.is var góður respectable miðl. Og stóðsáttu þetta. Það er ekkert svo langt síðan það var. Þú stóðsáttu við þetta? Það var fáránlegt að mynda þér þarna einhvern veginn. Ég verða viðurkenna það. Vísir já. Því miður er ekkert að taka marka á þeim miðlu lengur, því miður. En menn geta alltaf að heyrt í þér að þið vilja losa sig við fyrirtæki. Já, það er bara bjallið, það setur bara í mér. Útvarastjórinn Gillis. Með því líka þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Hvað þarf að bjóða upp á? Það var náttúrulega frí síðasta föstudag, þannig við komum tvíaldi til leiks í dag. Já, við erum ferskir. Allir sammála því. Já. Við ætlum, ég var að fá þær upplýsingar að Ingo Veðuguð og Veðuguðinni, þeir verða á Þjóðhátíð Eyjum eins og við. Já. Og við ætlum að hringja hann á eftir. Og Ingo er á Trítókrasta dagana. Við þurfum að þakka honum fyrir það. Já, er þetta ekki gluggaveður? Jú, reyndar. Þetta er sann svolítið happ og glapp með Ingo, veist hann svarar eiginlega aldrei, sko. Nei, ég held að við náum hann í dag. Vonandi ná í hann. Já. Við ætlum að hringja Ingo Veðuguð, ekki gert það lengi, ræða hann sumarið og já, svona á Þjóðhátíð. Veistu, hann er svo þreytur á þessu. Já, ég veit. Mér er hálf illa að taka þátt í þessu. Já, sjáum til allavega. Svo erum við líka með kortmyndur frekar. Við erum með sturla staðrendir. Íslensk slúður á sínu staðar. Brakandi fest íslensk slúður. Það beið mín, sko. Inboxi fylltist á meðan ég var í frí. Já, hellingur. Já, og svo er náttúrulega stóra fréttir í dag líka. Augljósa staðrendir er að snúa aftur. Ég er búin að dusta reykja þeim og ég ætla að koma með þær í dag eftir að búið að vera að spyrja mig mikið þær. En það var einhver ástæða fyrir augljósa staðrendir hættu á sínum tíma? Já, var það ekki bara þú varst orðinn þreyttur á þeim? Það er allavega augljósa staðrendir líka á sínum stað. Svo erum við með myndur fyrir cash. Egil er búin að skrifa hérna með risastórum astnalegum stöðum stuðlag. Þannig að þú ert með stuðlag og skrifar endur ekki. Þú ert ekki með spurt og svara sig. Já, ég er með nýjan dagskóla í dag. Nú, hvað er það? Gilsi betur. Gilsi betur? Já. Sem er hvað í fjandann? Svo getur betur. Gilsi betur. Ertu með spurningakeppni? Já, ég er með spurningakeppni. Er þetta komið í staðin fyrir getto betur? Nei, þetta er ekki svona fancy með öllum þessum sound effektum og svona sem þið eru með. Ég er bara með, þetta verður bara En þú ert bara búið til þín eigin spurningakeppni? Já, ok, cool. Það er eitthvað vesena. Nei, hver er keppa? Ég og Steindi? Þið tveir. 8 spurningar. Jáhá. Hver verður victorious? Það er spurningin. Já, mér finnst eins og ég sé líklegri til að taka þetta. Af hverju ósköpun? Ég veit það ekki, ég er í fíling. En málið er, ég var samt að hugsa á ég að sleppa stuðlaðinu út af því að mikið af fólki í prófum og ég nenni ekki að hafa það samvinskunni að fólk helli í sig og falli í prófum. Heldur í alvörun þú ert að setja hana viðbjóð á að fólk hugsa bara með sér shit, ég get ekki lært, ég verð að stýra. Biðröðir ríkja því þú setur DJ Alligator Balloon song á. Ég held að það sé bara þess vegna fyrir fólk sem er í prófum bara betra og setur þetta lag á og fattar það bara, herru, ok, svo ég endi ekki svona þá ætlum ég að læra. Það er ekki bara, ekki henda ykkur ógeð á þetta. Já, þannig að eins og það heyri, svo kemur það Garðars til okkur eins og líka, ný mynd frumsýnd í kvöld, Bakk. Já, akkurat. Hún fer vist á kostum. Ég fekk e-mail daginn frá einhverju gæja úr e-mailinu atfr.is. Gæinn sagði mig frá atfr.is. Já, og hann sendi mér eitthvað línuritt þegar ég spila stuðlag hvernig salan ríkur upp. Það er ótrúlega. Og hann sagði mig, Gilsi, ég til ég að cut you in.
Þannig að Ertu komin á kött í átíðanferð? Fyrir að setja stuðlaðið á kortir í 6. það er enginn flóknar að það. Nú er Kessi að fara dettin mér, það er bara hann. Ég vil sé meiri líkur á Bauhaus að fara að borga það fyrir þetta. Hérna, hann skiptir ekki máli afhverju. En eins og heyrið, kæru hlustendur, það er veisla í dag. Við erum í stuði, vonandi þið í stuði, hvort þið er að læra undir próf eða á leiðinni á eitthvað skrall. Allavega verður veisla hér frá 4 til 6. Þetta er Ed Sheeran. Þessum eitra töffara, ég fíla hann. Þetta er töffari sigur. Ég var til að fara tónleika með hann, minnst hann lótur. En þið eru að hlusta á FM 95 Blöð, kæru hlustendur, og það er komið að slúðri hér í FM 95 Blöð, eins og alltaf á þessum tíma. Yes. Okay. Og það er ekki íslensk slúður núna, það eru eftir, heldur bara hérna slúður úr heimi. Og á hvaða síður ertu búin að vera að skoða interneti? Já, ég er alltaf með nokkra síður. Ég verð að viðurkenna að ég er ekkert með neitt rosalega pakk í dag. Nei. Hvað hleyru þig að? Nei. Það skýta? Það er bara eitthvað lítið að frétta. Ég ætla að byrja að slúðra á Kim Kardashian. Já. Vel gert, góð byrjun. Já, góð byrjun. Pappi minn er ánægð með það núna, ég veit að hann er að hlusta á. Er hann að hlusta á? Já, hann er mikill Kardashian-fan. Helsa seniornum. Já, mér skilja því. Já, við erum með slúður hérna Kim Kardashian. Hún er það sem er svo fyndið þessar fréttir að þetta minnir mann á einn Íslending. Já. En hún var að gefa út bók núna, hún Kim Kardashian, og þetta er selfie bók. Og basically að gefa út bók með myndum á sjálfur þessi sem hún er búin að taka í gegnum tíðina. Ég er þetta ekki árið svolítið fyrir. Ég er að fara að panta mér þessa bók right now. Er ekki selfie-æðið svolítið að klárast? Já, allavega hún er að gefa út bók. Það er rétt að byrja, sko. Er það? Já. Er ekki selfie svolítið að deyja? Ég er sammála Steindi þarna. Það er rétt að byrja. En hún er sem sagt búin að taka mörg þúsund selfies og þessi bók er að koma út núna. En það sem er ekki vinsælt hjá rithöfundum í Bandaríkjunum er að Kim Kardashian er byrjað að kalla sig rithöfund. Já. Hún er rithöfundur. Það hljómar rosa kunnulega. Ég hef alltaf hugsað að hún var í frábær rithöfundur. Það er einn villisingur hérna í stúdíónu sem þekki þetta, rithöfundar séu ósáttu við að hann kalli sig rithöfund. Ég er rithöfundar sambandi. Ert þú okkar Kim Kardashian, Egill? Það væri að great honor. Þannig að ég verð að þakka fyrir mig. Þetta er líklega besta hrósi ég fengi. En þú þekkir þetta vandamál sem hún að gangi í gegnum, að rithöfundar er ekki sáttir. Þú ert í rithöfundar? Mér líður ofta þess að ég sé ekki einn af hópnum, ég veit ekki hana. Eins og ég er inn í lokari grúpu til dæmis á Facebook sem heitir Félagar í rithöfundarsambandi Íslands. Þú ert svolítið eins og svona íslenski DMX. Þú ert svolítið svona writing solo. Já, það er lokagrúpa þar og ég er hérna og Þorgur með þráum. En þú fékkst að fara þar inn? Ég kom með status og ég fæ aldrei neinn like og... Nú, hvað status áttu með? Ég er bara stundum að henda okkur inn og það tekur engin vel í að því ég segja það. Þetta er bara þú okkur. Ertu að henda inn á Facebook síðuna? Hvað er Facebook síða þetta? Félagar í rithöfundarsambandi Íslands. Ertu að henda inn einhverju statusum þar? Já, ég er svona að heyri í liðinu. Já, það er ekki tekið vel í það. Síðan spurði ég hvernig þeim litist á. Ég myndi endurnýja sambandi okkar við símaskrána eins og ég var með síðast. Hvort ég myndi redda því aftur. Ég held ég myndi fá geggi viðbröð, það var ekkert svo vel tekið það. Fékkstu eitthvað like? Ég fengi ykkur 2 like held ég. Sem er frekar slagt. Hvað eru margir að villi? 144 virtir rithöfundar. 142 sem voru ekki að fíla hennar status hér. Ég veit ekki hvað það er að gera. Ekki gott reysið. Ætli hún sem kom inn í svona lokaða grúppu. Kim Kardashian, sko einu munurinn þar sem ég verð að gefa þér samt eða þú ert að skrifa texta í þínum bókum. Hún er bara, þetta er bara selfies. Hún getur ekki kallað sér rithöfund. Hún er frekar bara sér ljósmyndar eða ekki. Það er samt búin að leggja mikið metnað í þessi selfies, sko. Já, gríðanlega metnað. Hún tekur ekki bara einhverja selfie. Haldið þessi bók sé að bara seljast eitthvað. 100%. Ég er bara að kaupa eina, takk svo eftir. Akkur ferði ekki bara á Instagram og skoða myndina henni þar, frýtt. Og þú erum potið með meiri metnaði þessum myndum en Instagram-myndunum. 100%. Svo er það Mel Gibson, vinnu minn. Ég er í tím Mel og hef alltaf verið. Hann er ekki sáttur við að hafa ekki fengið hlutverk í nýjustu Mad Max myndinni og lét í sér heyra en mætti svo óvænt á frumsýninguna. Og menn voru voða sáttur við það. Hann náttúrulega lék í Mad Max myndunum hérna fyrir 30 árin síðan. Það eru 36 ár síðan að hann lék í Mad Max, hann Mel Gibson. Og eins og ég segi, kom hann óvænt á forsýninguna og menn voru sáttið það en hann sagði þar í viðtali að hann væri samt ennþá reiður yfir að hafa ekki fengið að vera með í þessari Mad Max. Ok, trailerinn lítur hrikalega vel út. Já, hann er líka svo grjótharður leikarinn sem er að leika núna sko. Ég er mikið blatandi. Þannig að, Mel Gibson er ekki komið tíma á nýja góða Mel Gibson? Jú, Gib Melson, eins og ég ekki kalla hann. Hann hefur verið dætt inn í Expendables. Já, reyndar var það. Hann þarf ég var til í að fá bara Payback 2.
Payback 2 Payback besta mynd sem gerði við verið Payback var ógeðslega Var rosaleg, Payback 2 Breifart og allar þessar myndir En má ég samt spyrja blöð, þú ætlar upp þetta fólk að gera þetta á Ég segi það, er pakkin búin í dag? Það er bara, eru þau ekki hætt saman eða? Þú mátt alveg segja hvað að gera samt, hvað er hún að gera og hvað er hann að gera Býtu, eru þau hætt saman? Ég vissi það ekki Þú varst úti Ég var úti maður, hvað var Patti og Cyrus High Hún náði ekkert að jafna svo sem Mexiko-ævintýra þess að konar fyrirvandi strauk bakið á hann og pappa rætsa Varstu ekki með netið þarna á Tenerife? Nei, ég er nú ekki að skoða Lastu bara í bjórnum það? Ég er ekki að skoða þessa sömu síður af því Hvar er það að finna þetta? Þú verður að gera það Ok, þannig að þau eru bara ennþá hætt saman og hún er að jamma það ekki? Patrik er núna þessum töluð að reyna að fá hana tilbaka Ég er með staðfestina, hann er að senda henni cute animal videos núna í SMS-um Ói barasta Mjög góð taktík hjá hann Ég held henni cute animal videos því að reyna að fá hann aftur Ég hef aldrei haldið með þessum manni Ég hef alltaf verið, ég veit ekki Fannst mér hann ekki vera fáiði bara daginn Þú lítur að vita að það betur Tjúlega gengur að þeir Þessi maður hefur ekki gert neitt, ég skil þetta ekki Hvað heitir þetta myndi sem hann að leggja núna? Var ekki eitthvað Zombies Nightmares 3 Nei, hvað var það? Final Zombies eitthvað? Firefighters and Zombies Þetta var alltaf einhver bíómynd sem enda á tölustaf Firefighter and Zombies Herren, ég er með 2 móla, mjög feska Ég er með Nicolas Cage í dag Ég var að lesa mjög skemmtileg slúður af Nicolas Cage En hann var stattur í Vegas núna á dögum og var á töfrasýningu, satt fremst og þar var einhver töframæður með voða flott sjó og var að setja þetta kanínu í einhvern svona kassa og hann er fremst og það ríkur svona í hann ekki segja þetta Þetta er ekki putta bunny back in the box Það ríkur svona í hann og hann er svona, tekur kanina svona upp úr þú veist, það er svona töfrabræði, hann tekur hann svona upp úr kassa Ég veit hvað er að koma maður Það stendur hann upp og segir Put the bunny back in the box og hann ríkur hann upp og það var vesen út af þessu það var allt í rugli og svo eitt östutt ég verða að koma inn það er Magalega Körkin er búin að vera þægur hann er búin að vera þægur undanfarið þangað til núna síðustu helgi þá var hann á Taco Bell þar sem hann fekk svona heiftalega blóðna sér og hann blætti það mikið og nefnum hann þurfti að brenna fyrir nefið ég held að þessi komin á dælun aftur strákurinn Landsbankinn kynnir Bakk Gunnar Hansson, Víkingur Kristjánsson og Saga Garðarsdóttir fara á kostum í þessari frábæru gamanmynd Bakk, komin í bíó Plúsferðir kynna vikudjamferð til Magaluf á Mallorca þann 18. maí á 4 stjörnu djamhotelli með öllu inniföldu 18 ára aldurstakmark Kynntuðu málið á plúsferðir.is Selfie með Túborg Nánar upplýsingar á túborg.is Túborg léttöl Orkulykillinn er einfaldur í notkun en margfaldur í afsláttarkjörum. Hann veitir afslátt hjá Orkunni, Shell, afsláttarþrep, þína stöð, afmælisafslátt, upphafsafslátt, metanafslátt, afslátt hjá 1011 og yfir 20 öðrum samstagsæðilum. Sérmerktur lykill og allt þetta í einum litlum orkulykli. Orkan. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Pepsi Max, Doritos og PlayStation Synapse og þú ferð lengri leiðina heim. Hjólabúðin G&P, Faxapenni. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Þú heldur ósjálfrátt með öllum. Lotto, leikurinn okkar. Ertu farin að huga að kvöldmatnum? Dirty Burger and Ribs, Miklubraut og Austurstræti. Ekki gleyma að teygja. Ekki teygja of mikið. Ekki gera neitt sem er of flókið fyrir þig. Og sama hvað gerist, ekki gleyma að líkaminn þarf hleðslu. Tax-free helgi í öllum verslunum Fjarðar. Fjörður í miðbæ Hafnarfjarðar. Þú farð réttu gallabuxurnar í Jack & Jones. Jack & Jones, Kringlunni og Smáralind. Förunautar, þeir að hlusta á FM 95 blöð, hér á FM 957, það er Steindi Jún, Egil Gils og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudag og fyrir þá sem er í prófum og vita ekki neitt hvað er að gerast, þá er 8. maí það stafur, föstudaginn 8. maí. Já, fólk sem er búin að læra svo mikið að veit ekki hvað það er. Já, fólk verður aðeins að taka sér frí frá bókum og stilla á okkur og jafnvel að kíkja þess út og þú veist, annars missur þau vitið, þú mátt ekki loka þið bara inni, sko. Þetta var eitthvað sem ég þurfti aldrei að hafa ágjur af því að vera í skóla, ég myndi læra yfir mig. Nei, ekki heldur. Já, það er sama hér. Útskýrir margt líka. Heyrðu, strákar, eitt svolítið skemmtilegt. Nú var þetta á Twitter, það er sko fyrirliði
íslenska landsliðsins í fótbolta. Rómer, við sendum shoutout á kallinn. Já, að sjálfsögðu, hann að hlusta á okkur og við vitum það af því að hann var að senda mynda sér á Twitterin og hann var við Sundlaug Erlendis að hlusta á okkur með útvarpi klárt og ég var til í að gera svona. Við gerum þetta daginn muni. Ég var til í ef fólk myndi henda mynd á Twitter og hvar þau eru að hlusta? Hvar þau eru að hlusta þáttinn. Þetta þarf ekki að vera merkileg mynd. Þetta má bara vera við skrifborðið eða upp í bústað eða einhvers staðar upp á Esju eða whatever. Ok, og ég ætla að raise the stakes. Hamborgarfabrikan sem að sponsa nú FM 95 blöð. Við gefum partybás. Ok. Hvað inn í partybás? Partybás bara, það eru burgerar, það eru drikkir, það er allur pakki. Fyrir skemmtilegustu myndina. Já, fyrir skemmtilegustu myndina. Og hashtagið FM 95 blöð. Já. Í partybásnum Simmi Vill Simmi Vill ber ofan að hulla og Jó í klippingu. Þetta æðislegt þegar þú tekur partybás. Máttu kleima hvernig sem þú þarft ekki að fara í kvöld. Þú mátt bara eiga hann inni. Það í kvöld eða morgun held ég sem þú þarft að fara. Þessi helgi. Það reglan. En þið eru í prófum, hvað er það að gera þá? Já, bara það, þú sitt í prófum getur samt alveg farið í partybásin. Þú getur fengið 2-3 koktel á hamborgara. Samt að sé svolítið þannig ferði í partybásin og vaknar á hádeginu eftir sko. Ég held að ef það einhver sem í prófum til dæmis og með skemmtilegustu myndina, ég ætla að gíska á það að hann fái nú alveg að mæta næstu helgi. Já, við græjum það. Við græjum það. En skemmtilegasta myndin, hashtagið FM 95 blöð og fyrirliðin, hann startaði þessu, hann með rándýramynd, heldur á einum ísköldum bjór, hann með sundlaugina á baku sig og hann með gettoblastar að hlusta okkur. Glæsir. Það kokteil, það sem í partybásnum fyrir utan burgerinn og það, þá er líka kokteil í fiskabúri og risa nachos og ég veit ekki hvað. Þannig að það er partybás á Hamborgarfabrikunni fyrir bestu myndin á Twitter, hvað þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Absolutely. Þá kemur hins vegar dagskráliður, að koma að dagskrálið sem heitir Hvort myndirðu frekar? Það hafa hann núna. Alltaf svolítið kvíðin fyrir honum. Já, hann samt þægilegur í dag. Það? Já, það ekkert eitthvað svona myndirðu fara í bað með ömmu en eitthvað svona kjaftaði. Ok. Fyrsta spurning, drengir. Hvort myndirðu vilja hafa, hvort myndirðu frekar? Vilja hafa eiginleikann til að geta orðið hvaða manneskja sem í heiminum, bara þegar þú vildir, eða hvaða dýr sem í heiminum þegar þú vildir? Já. Ég held nefnilega, ég veit hvað ég myndi. Býtu, og segjum að ég velji þetta manneskjuna. Já. Þá get ég bara hent mér í, einhvern líkama hjá einhverjum. Nefnum bara einhvern, hvað ég var að nefna. Matthew McConaughey. Ég geti verið hann og ég stjórna honum þá bara. Ég það bara hann. Já, en þú ert samt þú inn í líkamann. En hvað gerist það fyrir hann? Hann bara svona... Það bara eins og þessi svona eitthvað. Hvað minnisleysi? Ég ekki búin að hugsa þetta svona. Hversu lengi þetta drast? En hversu lengi þetta? Ég veit það ekki. Bara, þú veist, klukkutími senn. Klukkutími senn? Já, 5 tímar í senn. 5 tímar í senn. Get ég hoppað inn í Matthew McConaughey í 5 klukkutíma? Og verið hann í 5 tíma, já. Eða hvaða dýr sem í heiminum. Því að ímyndaði til þess að maður vel þungur heima á sér. Hversu gaman verður að geta allt í hennu bara hoppa inn í einhvern höfrung og vera bara syndum og hoppa úr vatninu og hversu refreshing heldur að það sé? Svona án gríns. Ég held að sé ekki spes. Þangað til að kemur háhætningur og étur. Já, en það er nefnilega málið sko. Þú getur alltaf verið veittur. Eða þú veist, ef þú verið fugl, þú getur verið skotur. Já, ef þú ert veittur, þá bara ferður úr líkamann. Rosalega verið að fikta í reglur við það. Þið flækið þetta alltaf svo. Ég ætla að vera manneskja, ég ætla að vera Rihanna. Já, þú mátt verja svo hvað, já, ok. Eiginlega búin að velja. Og hann valdi ekkert bara að geta hoppað inn í manneskjur, hann valdi bara eina manneskjur, það er Rihanna. Þú getur bara verið Rihanna. Já, það er ekki lægið. Jú, frábært. Ég ætla ekki að dæma þið neitt sko. Ég ætla samt að vera sammálaagli. Ég ætla að velja manneskjur þar. Ok, þið takk í báðir hann. Er ég einu sem vel dýrin? Hvað viltu eiginlega vera? Ég er bara til dæmis núna, ég hef ekkert að gera í kvöld. Viltu vera bald eagle? Hvað, ætlaði bara að vera eitthvað þoskur og fara að synda þetta í höfninu? Nei, ég myndi bara taka til dæmis bald eagle, bald, fyndinn, en bara vera örn og fljúum. En þú verður væri samt að væntalega bald eagle. Ég haldi kæftið maður. Næsta spurning og, hún hljóðar svo. Hvort myndið vilja ekki geta séð liti eða ekki geta hlusta á tónlist? Ég myndi velja. Aldrei sjá liti aftur eða aldrei slæmu almögulegan. Já, þessi er svolítið erfi. Vissu þið datt út, hvað sagðirðu? Aldrei sjá liti aftur eða aldrei geta hlusta á tónlist aftur. Já, aldrei. Ég sameina það svolítið sko. Ég horfa á bláan himinn, grænt gras og hlusta á Tunnel Trans. Já, ógeðslegt. Og nú get ég ekki sameina í hönnu líka. Já, ef ég var Egill þá var þetta mjög létt fyrir mig. Ég myndi hætta að hlusta á dókið sem hlusta og sjá liti.
Pæli, þú getur aldrei hlusta aftur á DJ Alligator eða DJ Bobo. Það var hræðilegt. Balloon Song bara dött. Balloon Song, þú getur aldrei heyrt það. Þú getur bara, þú veist, Ég hendi reglulega á Kill the Dead Mosquito. Það er enda mjög fyndið að þegar ég hlusta á Kill the Dead Mosquito þá hætti ég að sjá liti. Þannig að þetta Strákar, ég held að sé allt í lagi að sjá í svartkvítu. Það ekki bara fínt. Þannig að þið veljið það. Ég meina að sjálfsögðu. Svart-hvít. Ég væri til að vera litblindur og ég geti hlusta á músík. En þú ert alveg með heyrnina og getur ekki hlusta á tónlist. Já, getur ekki hlusta á tónlist. En þú ert að horfa á bíómynd til dæmis. Já, þú heyrir í bíómyndinni. Já, en þegar kvikmyndatónlistin kemur í myndinni, myndir þú ekki heyra henni? Þá heyrur ekki henni. Þá verða bíómyndin að vera furðulegar. Þannig að þetta ekki báðir að sjá svart-hvítt á. Já, ég held að þetta er algjörlega. Er það ekki? Jú. Það var ekkert ágjör að tana sem hverju líka skiptir einhverju miklu máli? Sjá lítið, Þú vilt sjá það er alveg gaman. Þú vilt sjá grænt gras. Já, svona létti mann í lundi og ég kynna það. Spilarinn. Herru, svo er að síðasta. Hvort myndið þið, ég er mjög forvitin með þessa. Hún er ekkert erfið, hún er kannski pínu erfið, en ég er mjög forvitin. Hvort myndið þið taka 50-50 cents, til dæmis bara kasta pening upp á það, heads or tails, fiskar eða skjaldarmerki. 50-50 cents og að vinna 100 milljónir eða vera öruggir að fá 9 milljónir. Hvort myndið þið velja? Ég myndi alltaf flippa. Myndir þú henda því pening ekki? Það hugsaði við mig inn að sekundu. Þannig að þú myndir taka 50-50 sensin. Ég er að gambling man. En þá færðu ekkert ef það kemur. Já, þetta er bara það góða líkur, ég get ekki sleppt þessu. En þú ert öruggum með 9 milljónir. Ok, þú fær 9 milljónir, það er sko, maður getur ekki fara að fíblast með þær. Hvað menna? Nei, minna, þú veist, maður er bara að taka það. Steindi klárar það á, hvað ert ekki lágað til að klára 9 milljónir, Steini? Fyrir mig? Svona 2-3 mánuði. Það er náttúrulega bullandi vesen á pöllu núna, ekki? Ég sko. Það fyrir einhver aðgegriði. Jú, það er Hvað kostar? Sko, 150 kúlur ef við flippar. Ég ætla að vera skynsamistróð. Ég ætla að velja 9 milljónir. Þú tekur 9 milljónir og sáttu það er Egil hins vegar a gambling man. Ég er a gambling man, ég verð að taka þetta. Ok, þetta var hvort myndir frekar. Hér eftir smástund er íslenskt slúður. Þú myndir frekar. Ingo Veðuguð. Þú myndir frekar vilja vera dýr heldur hann geta breyttir í manneskur. Ég skil þetta ekki. Það er bara höfrungar og fuglar heilla mig þegar ef ég er eitthvað þungur heima. Og líka svona kötturinn eins og Dr. Evil var með. Hann var hárlaus. Nákvæmlega. Það eru fáar svalari en þessi. Þetta er hún Rihanna hér með lagið Bitch Better Have My Money. Ég fíla þetta lag maður. Langt besta lag sem hún hefur gert. Hún ætti töffari. Já. Hún má eiga það. Það er þannig. En áður við förum í Íslensk slúður og hringjum Ingo Veðugum og svo náttúrulega sturla staðrendir framöndan líka. Já. Að þá ætla ég að ræða eins við ykkur drengir að við settum inn á FM 95 blöðsnappið á hann. Já. Tókum upp smá grín með Gunnar Nelson. Akkurat. Við sáum að hann var upp í mötuneyt á hann. Já. Og ég tók eftir einu með Gunnar og ég fór að hugsa þetta á hann og svo þegar ég fór að hugsa þetta þá var það bara rétt að mér. Ég hef aldrei séð Gunnar Nelson þegar hann bara einn á ferð. Rolling solo. Já, hann er ekki riding solo. Hann er alltaf með hann er með entourage. Já, hann er alltaf með entourage og ekki bara það, hann er með menn sko í kringu sig, stóra og mikla og pappa sem er hann og aðrir fætirar úr mjölni og vinir og hann er alltaf bara með krú með sér. Já, í peysum sem stendur á Gunni Nels sko. Ég veit það. Þetta er eitthvað sem að ég vil fara að vinna með þetta líka. Ég vil vera með entourage allt sem ég fer. Ég líka. Ég er alltaf hangandi eitt stundum eins og einhver bara villising. En þú getur verið með kannski 5 manna her heima hér. Já, bara heima og bara ef ég fyrir út í Hagkaup að vesla mér eða bara sama hvernig eins og núna. Ég verð til að vera einn í þættinum. Já. Ég væri með 4 eitt á hliðina. Já, þeir myndu bara að sitja það og bara þeir eru með þér. Það verður með svona meira jámenn, hlæja öllu sem þú segir. Nei, þetta er meira bara your soldiers. Já, ég vil jámenn. Hverjir væri þínu entourage? Bara einhver svona ungir ferski gæðar sem hlæja öllu sem ég segi og peppa mig. Alveg sama hverju eru sko. Við erum sko ekki að tala um einhverja gæði sem þurfa að gefa þig bara faðmlag og fara að gilla þig baki. Við erum að tala bara Þú vilt entourage sem eru bara svona ungir jámenn fyrir þig og bara allt sem þú segir er frábært. Já, svona ungir ferskir hlæja öllu En sko, myndir ekki frekka vilja hafa einhverja hreinskilna gæði í kringu þig? Nei, ok, Steindi, hvernig væri entourage þitt? Sko, ég er búin að hugsa þetta svolítið. Já. Síðan ég sá Gunna og það verður til dæmis mjög skrítið fyrir mig ef ég var alltaf með pappa hangandi með mér eins og hann. Já, sko, við skulum allir velja okkur gengi og það verður að vera þjóðþekktir einstaklingar. Ok. Ég væri til í strákar og ég er ekkert að grínast. Og þeir eru alltaf í kringu þig? Alltaf í kringu mig, ég held að það geti verið svolítið töff. Ég væri til að vera með töframenn.
Ég var til að vera með Einar Mikael, Bjarnar Töframann, Einar Einstaka, Ingo í dimmu og jafnvel Jón Arnór. Svona af og til, kannski ég tek hann ekki með mig kannski á djammi. Jón Arnór litla? Já, bara svona á kantinum, svona bara á daginn, sko. Hann 7 ára. Og ég var til að hafa Seth Sharp líka. Seth Sharp í Andrósin líka? Já. Hversu töff væri þetta? Andróra sétt bara fullt af töframönnum? Nei, bara pældi hvað það verið cool. En þú veist það lappandi með einhverju töfraköllum, með einhverju prikmaður og þetta væri. Það sem ekki bíf á milli þeirra allra. Þú að sjatla það áður? Já, og þú veit að setla í það áður. En ég held að þetta geti bara verið töff. Kannski væri hægt að henda bubbaðni líka ef ég... Já, Andróra sem mitt væri alltaf, ég væri korki með töframenn eins og þú og ég væri ekki með jáminn eins og Egill. En Seth Sharp? Já, Seth Sharp mætti alveg vera í Andrósinu mínu, sko. En það sem ég myndi hendi, ég myndi bara hafa menn sem ég treysti og vil vera í kring. Ég væri bara með Sveppa, Pétur, Sverri Bergmann og Huga, held ég. En okkur tvo? Já, ykkur tvo. Hvað að gerast þetta? En já, sko, myndir ekki vilja bæta einhverjum... Mér posið þetta ömulegt. Já, þetta er glata posið. Lélegasta posið sé heilt. Það er alltaf gaman að vera í kringum Pétur og Sveppa. Þannig að það væri alltaf gaman að mig, til þess að núna eitthvað. Ég myndi bara segja, hei, gera eitthvað fyndið. Já, en síðan ef þú vilt bara ekki vera með eitthvað trúða hann á hliðina og aðeins slaka á. Þá segir bara farið hans fram, drengir. Farið fram? Þú getur ekki sendt á fram. Þetta er Andróra sem mitt. Já, sko... Ef ég er ón eitthvað þreyttur á joggunum og segja að ég pissi en hans að drullega fram, ég þarf smá tíma núna. En hvað ætlar að gera líka til því ég veit að þú er mjög gaman á kvöldin áður að fara að sofa að taka svona, eins og við köllum í gæsalöpum, smá blöðtíma sem tekur 5-8 mínútur yfirleitt. Svo lokkar ég nákvæmna versiðu og læsir hurðinni og allt þetta. Hvað ætlar að gera þá? The Pussy? Ég segi Andrósinu að fara fram. Þeir eru ekkert alltaf ofan í mér. Ef ég vil fá frið, þá fara þeir. Þeir getur líka bara að fara undir sængin og joina. Nei, góður. Allir sama félagarnir bara tekja 8 mínútur og klára þetta. Nei, allir ferskir. Þannig að þú vilt vera umafinn jámönnum, Steindi, þú ert með töframenn og Seth Sharp. Ég líka ef það eru einhverjir menn úti sem var til að vera jámenn og sko, Egill, mér finnst mjög skrítið að þú hefur ekki tekið Arnar og Bjarka og svona. Já, Gasmann. Og Gasmann, pæli því, að vera með Gasmann. Þá ertu nú alltaf svolítið örugur, svolítið safe. Nákvæmlega, mér finnst þetta mjög skrítið gengið á þér, þú verður bara viðkynna. Before I moved to England, I was a 12-year-old girl with a dream. Jason Rouse í Háskólabíó, tryggðu miða á miði.is. Gefðu þér tíma. Bóli, léttur. Doritos. Fyrir á djörfu. Hlúskinni. Hot Pursuit. Nice police work, Mr. Sherlock Holmes. Sofía Vergara og Reese Witherspoon eru stórskemmtilega í fyrstu grímynd sumarsins. Guys touching our guys. That's what we do. Hot Pursuit. Komin í bíó. ADHD, geðfatlaðir, MS-sjúklingar, heyrnarlausir og gigtarveikir. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Við hjá Ergo fjármögnum flest milli himins og jarðar. Flæðilínur, flutningatæki, flugvélar, fjórhjól, ferðaþjónustu, fjölmiðlatæki, ferðavagna, fjölskyldubíla og fjölmarga aðra hluti sem ekki byrja á F. Komdu og ræddu málin, hvort sem þú ætlar þér eitthvað lítið eða stórt. Við aðstóðum með ánægju. Ergo. Í dag er föstudagur og bátur dagsins er pizzabátur á 549 krónur. Subway, ferskleiki er okkar bragð. Ert þú búinn að fá þig nýjar gallabuxur fyrir sumarið? Kíktu á gallabuxnadaga í Jack & Jones. 50% afsláttur á bólum og skyrtum með öllum keyptum gallabuxum. Jack & Jones, Kringlunni og Smáralind. Sommersby klukkutíminn á Austur næsta laugardagskvöld. Sommersby af Krana á einungi 600 krónur milli 11 og 12. Þetta bakka í kringum landi. Er ekki allt í lagi? Landsbankinn kynnir Bakk. Gunnar Hansson, Víkingur Kristjánsson og Saga Garðarsdóttir Þetta eru geðveikt. fara á kostum í þessari frábæru gamanmynd. Bakk, komin í bíó. Pepsi Max, Doritos og PlayStation kynna Reis Remert á Íslandi. Stórtónleikar í höllinni 27. ágúst ásamt her snillinga. Miðasala hefst á miðvikudaginn klukkan 10 á miði.is. Sena. Warner Brothers kynna langharðasta mynd þessa sumar. Mad Max, Fury Road. Tom Hardy, Charlize Theron. Oh, what a day! What a lovely day! Heimsfrumsýnd 15. maí. Föstudags pítsuveisla í Krónunni. Pítsubotnar 3 fyrir 2, ódýrasti botnin frír. Krónan fyrst og fremst ódýr. FM 95 Blö er í boði Hamborgarafabrikunar.
955 blöð á FM 957. Það eru Öddi, Egill og Steindi sem eru með eitthvað þennan föstudaginn og já, við erum búin að koma inn á áðan að það er nett gluggaveður í gangi. Já. Og veturinn var ógeðslegur. Já, en þú veist, það er samt ekki komið sumar. Það er ekki komið sumar. Það er bara kalt. Það er kannski sól og svo. Þó sumardagurinn fyrsti sé komið. Já, þetta er bara gluggaveður. Já, og já, það er maður sem við höfum reynt að hringi reglulega og ætlum að prófa að hringja hann hérna enn eina ferðina og aðeins að ræða þetta við hann. Reyndar sko var ég að frétta að þeir væru á þjóðhátíð, Ingo og Veðurguðnir, sem er mikil stemming. Já, það er stemming. Við erum náttúrulega þar. Algjörlega. Þannig ég er að spája að reyna að láta síndali svona snúum að hann sé að koma á þjóðhátíð. Ef ég ætti að veðja á það strákar, þá held ég að mun ekki svara. Hann svarar ekki. Já, ef hann svarar, þá kannski getur við rætt þetta við hann. Hann er ekki að svara. Herru, þetta er gamall og góð liður, Ingo og Veðurguð, prófum að tjekka þetta á hann. Halló. Ingo the weather guy. Hvað segir mikli meistari? Ertu hana? Veskur. Nei, sætlunur. Þú ert þetta í beinni útsendingu FM 95 blöð. Já, það er ekkert annað. Það er ekkert annað. Þvílíkur heiður. Já. Hvað er að frétta kallinum? Það er fínt bara. Eða ekki, þú ert ekki svona típa, Ingo, þú ert alltaf hress. Ég er alltaf svona hress inn í mér, svona alltaf í svipuðu standi bara. Það er svona nettur Logi Bergmann hér. Já, einmitt, svona líka glad bara svona einstinni. Já, það er bara alltaf fyllandi fítn og fróðandi góður, það er bara svona. Það verður ekki betra. Það er komið sumar. Það er hár rétt. Það er ekki tóknar að það. Nei, sumardagurinn fyrst er komið inn og... Það er samt ekki það hlýtt, finnst manni, sko. Nei, það er ekki svo hlýtt ennlega. Það er komið, svona, sést í þess að gula, það er komið sól. Já. Nett gluggaveður í dag, Ingo. Já. Hvar er kallinn statur? Statur í Köpen. Nó, Köpen, hvaða luxus er það? Það er búið að vera fínt við það, er það ekki? Jú, bara og blíða þetta núna, sko. Já. Ríkinu, rétt á hann. Já, og hvað, lengi í Köpen eða? 5-6 dagar. Er þetta ekki bara léttklæddur hérna að labba Jú, bara ég tók svona kvartbuxum með, sko. Akkur fáum við ekki svona á Íslandi? Hvað er langt í að við getum verið í kvartbuxum hérna á klaganum? Gefur þessu 2-3 vikur bara. 2-3 vikur, það er glæsið, gott að heyra mann. Tekur smá hitta með þér heimallega, ekki? Já, ég græði það. Já, hvað hérna, varstu eitthvað pirraður í vetur? Pirraður, bara, já, menur hvernig þetta var allt saman. Já, búið svo ógeðslegt veður. Nei, það var okkur, sko, hérna. Þetta er nú samt ekki, þetta er ekki ástæðan fyrir að hringja, Ingo. Jú, þetta er víst ástæðan fyrir Það er alveg saman hvað er að frétta mér. Nei, okkur ekki saman hvað er að frétta mér. Já, það heyrið svo vel gótt og þreytur á sig. Það er aðeinslegt. Hérna, nei, ég er svolítið þreytur á því, sko. Já, brandarinn hít, sko, og heldur hann þess á fram, og einhverjum tíma búið er kannski búinn en kemur aftur, eða hvernig þú vilt hafa það, sko. En það er svona, það sem ég lendi svolítið í er, sko, ég fyrir kannski bara að taka bensin eða eitthvað og kemur einhver aftur hann, hvað helvítis blíða er þetta maður? Það er ofta svara ég og lítið svona, ég svara bara eins og maður myndi svara bara, já. Helvítis blíða er þetta maður? Já, þá verður ofta sem segir þetta helvíti svona að sér eftir ég, þetta er svipur að svipna, sko. Já, ég er þetta. Heldur að ég sé að fara að redda sér út úr því, ég er einhvað hættur að nenna því. Að redda mönnum út úr því þið segir hann brandara. Svona, já, það er best að bakka hann er ekki fyndið. Já, það er ekki málið maður, þetta verður svona í allt maður. Þetta fjóru svona dag, þá er ég svona fann að taka bara cold treatment, myndi ég kalla það svona, hvað segir þið, hvað er bara snjói allan vetur? Þá snýjum ég svona við og segir bara, ég bara veit það ekki, sko. Viðkomandi bara, einmitt. Þú hjálpa mönnum ekkert með þetta? Þú ert hættur að hjálpa? Ég hættu því, já. En segðu mér hérna, sérðu eftir að hafa skýrt hljómsveitina Veðurguðirnir? Nei, ég er endar að fenga engan þátt í því, sko. Nei, ok, þannig að það er engin eftir sjálf þar. Nei. En svo er náttúrulega annað og aðal ástæðan fyrir að ringja. Við vorum að frétta að Ingo og Veðurguðirnir er á þjóðhátíð. Já, veistlega það maður, ertu ekki líka með brekkusöngin eða? Jú, með brekkusöngin. Þú ætla bara að rósa þér, Ingo, þú pakkaður þessu saman síðast. Pakkaður þessu saman. Þú tókst hann Árna Jónsson og pakkaður hann saman. Það er ekkert annað. Nei, ekki samt drull yfir King Árna Jónsson. Nei, bara Ingo var betri. Ekki að minni vaka. Það þarf nú að vera ágættis veður þetta samt, sko, eða að kveiki í brennu og bílsum. Já, verður ekki fínt þannig í ágúst? Jú.
Akkur fæ ég ekki leið á Nei, það er að við erum á föstudeginum sko FM 95 blöð, krúið Já. Þannig að þetta verður veistla. Við vorum mjög ánægðir að heyra að veðurguðin er þarna líka. Já, við erum að fara að reykast á þig. Ég hlakka til Ingo að skála með þér einum skít köldum. Já, okkur hlakka til að sjá þig Ingo minn. Það er svona kannski í backstage og þjóðið, það gerast svo skemmtilega hlutir. Já. Það er meira partí þar en bara í dalnum sko. Í rauninni sko, já, það er bara svo leys. Backstage, þetta verður stemming. Þetta verður rosaleg stemming, en já, svona lokum við kannski bara þakka þið fyrir, viljum þakka þið fyrir bara sólina sem er búin að vera. Þessa gullu. Svona þessa gullu. Og bara gaman að heyra þér. Þú verður hægt að draga steinda með henni. Það er 3 ár sem þið byrjuðum. Kemur aðeins og seint inn. Þú ert að koma aðeins og seint inn í þetta tjún. Þú ætlar ekkert að gefa mér neitt annað, þú ætlar ekkert að hjálpa með þetta. Nei, það er bara ekki að Herðu, hafa það gott í Köpen, elsku vinur og við verðum í bandi og hlökkum til að sjá veðurguðina á þjóðtíð. Gaman að heyri þið, meistari. Snillingur, heyri þið vinur. Bye. Já, það var létti honum. Já, hann er svona, ekki oft sem hann svarar okkur en hann svaraði í dag. Já, svona nettudrungi líka. Já, en hann hefur ekki gaman að þessu. Þetta er á hans að sjá honum að kenna, þá komið gott að þessu gluggaveðri. Við þurfum að fara að fá smá hlýju. Hvað gerðu við honum? Akkur er hann búin að láta svona við okkur? Hvað gerðu við honum? Akkur er búin að vera svona mikið skýta við okkur? Hann bara frá hjartanu hatar þetta grín. Við skulum hætta þið. Þetta var Ingo Veðurguð. Þetta vera veistla, geisla þið búkan bröf geisla það náður en þú veist að við neyslan hætt að vera veistla. Orkulíkillinn er einfaldur í notkun en margfaldur í afsláttarkjörum. Hann veitir afslátt hjá Orkunni, Shell, afsláttarþrep, þína stöð, afmælisafslátt, upphafsafslátt, metanafslátt, afslátt hjá 1011 og yfir 20 öðrum samstagsæðilum. Sérmerktur lykill. Magna að þetta komist allt fyrir í einum litlum orkulykli. Orkan. Túborg kynnir Eistnaflug dagana 8. til 11. júlí í Neskaupstað. Nánari upplýsingar á eistnaflug.is. Ekki vera fáviti og mættu á Eistnaflug. Túborg, léttöl. Flúskinni, Hot Pursuit. Nice police work, Mr. Sherlock Holmes. Sofía Vergara og Reese Witherspoon eru stórskemmtilega í fyrstu grímynd sumarsins. Guys touching other guys. That's what we do. Hot Pursuit. Komin í bíó. Hreyfihamlaðir, sykursjúkir, MND-sjúklingar, mænuskattaðir, einhverfir. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Opið til klukkan 6 í dag. Bón og þvottastöðin Grjóthálsi. Pepsi Max, Doritos og PlayStation kynna Reis Remmert á Íslandi. Stórtónleikar í höllinni 27. ágúst ásamt hersnillinga Pell, Gísli Pálmi, Retro Steffson, Friðrik Dór, Herran Hnetusmjörn og Hermigerveit. Miðasala hefst á miðvikudaginn klukkan 10 á miði.is. Reis Remmert á Íslandi. Sena. Hjólaði í vinnuna á virkum dögum, leika sér helgar. Þú færð alvöru hjól í hjólabúðinni G.A.P. Faxafinni. Páll Óskars með Pallaball á Spott laugardaginn 9. maí. Það er alltaf jafn gaman að spila á Spott í Kópavoginum og laugardagurinn 9. maí verður engin undantekning. Hlakka til að sjá okkur öll með gleði og sumar í hjartanu og bakkart í rass á svæðinu. Miðasalan er hafin á Spott, rettið pössun, hlakka til að sjá okkur og gleðilegt sumar. Hey, þú, bræðlugarnir hjá þér hringdu, þeir eru farnir á grillhúsið. Grillhúsið? Þú veist það. Elko Skeifunni fagnar 11 ára afmæli. Frábær afmælistilboð í Skeifunni alla helgina. Elko, einfallega lægra verð. Þeir eru glóðar grillaðir í boði hamborgarafabrikunar. 2 úr granít og 1 úr bómull. Það held ég FM 95 blöð með ykkur á þessum föstu degi. Var þessi gæi ölsingur, hann drull liðið mig? Nei, hann sagði bara að vera bómull. Það vitlis er þetta. Bómull að drákurinn. Bómull. Hér framöndan við eftir að fara í, skal ég ykkur segja, augljósa staðrendir og sturlaða staðrendir, vindur yfir kass, stöðlagi, ég veit ekki hvað og hvað, en það er hins vegar komið að dagskrálið núna sem heitir Íslenskt slúður. Akkurat. Og það er Steindi Junior sem sér það allt saman. Ekki taka þetta. Nei, ég bara, það er þú sem sér þennan dagskrálið. Mér lakar mikið til að heyra hver er búin að skýta. Ekki fara að segja kennitöluna mín og ég sé verktaki hérna og hún komir ekki nálægt þessu. Ég ætla bara að setja boltan yfir á þig. Það er eina sem ég ætla að gera. Já, takk fyrir það. En já,
Það er hár rétt, það er komið að íslensku slúri og það er brakandi fest í dagstaflóru. Ég tók náttúrulega, var í fríi náttúrulega í síðasta þætti eins og við allir. Já. Og þættinum undan, þannig að það er svona hrúust inn svolítið póstatir. Ok. Og þeir eru feskir í dag, ef ég ætti að segja það sjálfur bara, ég leiði með það. Já. En fyrsti móli, það er Ásgeir Kolbeins. Það er Kolbarinn. Það er Kolbarinn. Hann hefur ekki verið í slúðurinu lengi. Hann hefur ekki verið lengi í slúðurinu. Hann verður glánar að heyra það, hann sé íslenska slúðurinu. Algjörlega, og hann var ég veit ekki alveg með að kalla þetta skitu. Nei. En hann var að haga sér furðulega. Hann á það greinilega til að vera svolítið óveiðandi. Nú, ekki þegar ég hefur. Ég hef aldrei séð Kolbarinn haga sér. Nei, ég skil þetta ekki, en hann var eins og allir vita. Hann var að fara að opna NASA aftur. Já, sem er glæsilegt. Það eru nú góða fréttir. Það eru frábæra fréttir. Já, og hann var að skrifa undir pappírana, var á fundi, það gerist nú bara í þessari viku, bara fyrir vikunni. Já. Og hann var á fundi með eiganda NASA og þeir voru nokkur eigandinn á NASA, konan hans, lögfræðingar, konans Kolb. Og þú veist, það bara fullt að liða þarna. Okay. Og það var svona alvöru gefin stemning, þú veist, menn voru að skrifa undir og það var til í business. Bara business meeting. Já, og Ásgeirst ekkur á klósiti. Þetta ég að fá hann að posta, þetta einsti hringur. Okay. Þannig að þetta er svona. Þetta er 100%? Já, þetta er 99, strákar. Þetta er 99. Hvað gerði hann inn á klósiti? Og hann stekkur hann á klósitið og er ógeðslega lengi á klósitinu. Hann er svona hálftíma. Hann er bara að hægja sér? Það er tvistur. Nei, sko, hann er hálftími. Það er enginn að tvist í hálftíma, strákar. Nei, dotti í síman. Já, svo kemur hann loksins fram. Ógeðslega glaður. Hann er í skíunum. Og bara brosandi alveg upp að eyru, haldandi á rassamæli. Ekki aftur. Ekki þetta var aftur. Hann sagðist þetta 100% hitalus. Ég er ekki að grínast, ekki 1 komma. Nei, þetta verður aldrei gerst áður. Þetta verður aldrei gerst áður. Þú búin að taka kolp á rassamæli. Heyrðu, hann var í sléttum 37 gráður. Alveg, hann var kommulaus. Og hann var þess svona glaður. Nei, sko, strákar, svona öllu grín sléttum. Er þetta að gera þetta bara reglust? Þið vitið það, þú veist að, sko, að þú myndir mæla þér núna, þú veist, maður er kannski með 37,2, kannski 36,9, þú veist, svona kringum 37 gráðnar. Og þú veist, það er ekki slappleikið, það er bara eðlilegt. En Ásgeir Kolbeins var þarna í fyrsta skipti kommulaus, hann var í sléttum 37. Sléttum. Er það að sjá þetta, sann? Er það að sjá þetta? Ekki ein auka komma. 100% hitalus. Tekki á sig, sjáu þetta, sann. Hann var sveiflandi mælinu svona í kringu þau og fólkinu fannst þetta bara ógeðslega óvegandi. Þetta er ekkit undir handakringasann. Þetta er ekkit undir tungunanett. Þetta er rassamæling. Ég rassamældi mig, þetta er 100% nákvæmt. Hann sagði það. Ég get sannað þetta sann, ég get mælt mig aftur, ég er kommulaus. Fyrsta skipti, 37 sléttar. Og byrjar að neppa frá buksunum. Þá ofböðu konuna slíka. Konunans kól? Já, hún sagði hann að hætta þessu og losa sig við mælinn og hann var ekki búinn að skóla mælinn. Hann var bara nýkominn bara út af. Við erum alltaf með mælir á sig. Hvað battaskapur er í gangi hérna? Erum við ekki fullorðið fólk saman? Maður ekki rassamæla sig og fagna því að maður sé hittalus og feskurinn? Hvað er að ykkur? Trúið mér ekki á því að sann þetta fyrir ykkur. Svo lagðist hann að borðistráka með lappirnar upp í loft. Jú, hann lagðist upp og setti mælinn í rassinn á sér. Og það var punkturinn yfir því, þá gengur bara allir út. Hann lá hann á bakinu og mista hann nasa. Hvað er að gerast þetta sann? Við erum fullorðið fólk, sjáu þetta, ekki koma. Mælinn svona pípandi í rassinum að var ég klára að láta líta á mælinn, sko. Þetta er alveg ríkalegt. Ég skil alltaf alveg, það er auðvitað gaman að lendi því að bara akkurat 37. Hvað er máli, akkur alltaf að rassamæla? Ég hef nú bara ekki verið rassamældur sem ég var krakki, sko. Nei, hann alltaf bara með þetta ásett. Sko, nefnilega fullorðið fólk á það nú frekar til að setja, sko. Þú sagðir eins og í slúðrið að hann var í háður rassamæli. Já, og hann er það grinnlega og þetta er þetta komið á einsta ring. Þú veist, ég er að fá þetta, voru bara svona 5-6 manns á fundurum. Já, ok, þetta er hræðilegt. Herru, það er næstu móli, þá er það er smá vesen, strákar. Nú er smá vesen í kringum Siggalög. Hættu. Nei, Steindi, ég er ekki að fíblast núna. Horfðu á mig, ég er ekki að grínast. Þú varst að fara að hætta með þetta. Hann er ekki fótbrotinn að dáin. Nei, herru, ekkert svoleiðis. Það var barnaafmæli. Þú varst ekki að segja að vera eitthvað vesen á Siggalög. Það er alltaf eitthvað vesen á hann. Hvað gerði Siggi? Það er ekkert vesen á Siggalög. Hvað hefur á móti Sigga? Ég er að segja það er ekki þvílíkur toppnáðingi. Hann er topp náðingi að Siggalög, en það er ekkert vesen á hann, ekki neitt. Það var bara vesen í kringum Siggalög. Það var barnaafmæli heima hjá honum núna, síðustu helgi og svona helstu menn mættir þetta með krakkarna sína. Það var Ívar Guðmund svona og Valli Sport og allir þessi helstu kallar mættir með krakkarna og Ívar Guðmunds fekk sem sagt bílinast lánaðan til að skjótast og kaupa fleiri pilsur á grillið og maturinn var að klárast. Svo rauðu ljósi og Ívar á bílnum að Siggalög þá negli ykkur bíl við hliðin á hann, negli niður
4 gaurar stökk út í bílum, grímuklæddir og berja Ívar Guðmunds til óbóta og þeir héldan væri Siggi Hlöð og Siggi þá greinlega búin að koma Ívar Guðmunds hann er greinlega búin að koma sér í vesen Siggi, það bara svolítið Nei, Ívar Guðmunds er ekki eins og líku Sigga Hlöð bara ekki neitt sko, hann var í barnaafmælinu Ívar var í svona sumoglímugalla sem þeir voru búin að leigja svona græju í barnaafmæli það er að segja að Siggi Hlöð lít út eins og sumokettir alls ekki þetta kalla ég glefu nei, Ívar er bara í toppformi og hérna já, Siggi Hlöð líka sko, ekki þarf að spyrja mér svo mikið í kringum þetta gerðist bara og ég bara, mér finnst þetta bara leiðilegt ég hitti Ívar Guðmundsson í dag og það var ekki að sjá á hann að hann hafi verið lamin góður bata hann það er góður bata hann herru, síðasti móli það er Ragnar Þórhallsson með öðrum orðum Raggi í Monsters of Men söngvarinn í Monsters of Men ég er alltaf verið meira og meira aðdáandi þeirra mér finnst þetta lægið að Sigga Sigurjóns í myndbandinu hljómsveitin frábær og Siggi Sigurjóns geggjaður í nýjasta myndbandinu eða næst nýjasta myndbandinu ef það er einhverjum illa við Sigga Sigurjóns þá er eitthvað að í hjartana Siggi Sigur það er bara alltaf Siggi bara besti mára Jarríki hann er æðistur en allavega hann Raggi söngvarinn í Monsters of Men var að lenda í ömulegu atviki greiði drengurinn en afsakið fyrirgeði ég misti matræði afsakið strákar hljómsveitin hans Monsters of Men Focus strákar var að spila á stóru tónleikum í London í fyrir þetta og þetta voru rosa tónleika 20.000 manns mættir horfa á Monsters of Men spila mikil veisla tónleikaveisla og í einhverju svona flýti þá gleymir Raggi að henda á sig belti og hann flýtir sér upp á svið það er vesen á honum, hann næri ekki að henda á sig belti og svo í miðju lagið þau voru að syngja hérna hold your horses allt í gangi og 20.000 manns og allir feskir og detta buxna niður hann og hljómsveitin svona hættir að spila þetta deyr svolítið út hjá þeim og líti allir á hann þá var hann Raggi með kokring Steindi má klára nei, þetta er bara það er ekki kjafta svo þetta endaði vel hjá honum nú, hvernig? Nei, bara það var tómt vesen til að byrja með en svo nei það var ekki smá flott sjó hjá hann ég er í Team Katy Perry núna ég var það ekki, ég er það núna en þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það hvort sem að þið eruð í próflestri eða öðru og minn ég líka á að við erum með skemmtilega leik í gangi inn á Twitternum ef þú setur myndaðir hvar þú ert að hlusta og hashtagið FM 95 Blöð og þá getur við unnið partybás á Fabrikunum og við ætlum að gefa 2 með þessa við gefum 1 á Akureyri og 1 hérna í bænum þannig að á Höfðatorgi og eina sem var að gera er að setja myndaðir inn á Twitter og FM9 Blöð og sína okkur hvað þú ert að hlusta og 2 bestu myndinar vinna menn er að hlusta út um allan heim já, það er nefnilega, menn eru búin að vera að senda okkur frá Barcelona og ég veit ekki hvað ég er öfunda þessa meistara með Fabrikuna, þú tekur partybásun og svona þeir hækka tónlistar klukkan 10 og þá dettur í svona nett partí á Fabrikuna já, er ennþá hérna skuttlan sem skuttlar já, og svo er skuttlan í bæ fritt og svona þannig að það er til mikið að vinna setja inn einhverja skemmtilega myndir en spurt og svara þeir í frí í dag en Egill Einarsson segist vera með eitthvað annað í staðinn ég er með Gilsi betur já, heitir það spurningakeppni ég bara ákvað ekki þegar við erum með svona spurningakoncept félagarnir ákvað ég ekki hendi þennan spurningakeppni ég er alveg saman þetta er mjög létt og spurningin er bara hver vinnur er eitthvað í velun? Partybás á Fabrikunni ég er spáð að gefa partybás það er í velun, partybás og Simmi vil verður svo trúður Simmi vil bera ofan með að húlla ok ég er ekki mennir að tónlist eða neitt ég er bara með spurningar og það er ekki bara jó, við setjum bara tónlistan undir ég byrja bara hérna með spurningu 1 er þetta bjöllur? hver undan að svara eða? Nei, málið er að jú, vissulega, en bara þið svarið bara það er ekkert eitthvað bjalla ok, svo sem réttur er pent fær réttin já, og undan hinn virti plötusnúður DJ Alligator sem á frábæra slagara eins og Sucker My Lollipop og Kill a Damn Mosquito hefur náð ótrúlegum árangri undanfarinn áratug frá hvaða landi er þessi hæfileikaríki plötusnúður og hvaða árgerð er hann? Ói, bara er ekki allar spurningarnir eitthvað svona? Hvað mennur? Þetta er ein spurning af átt DJ Alligator? Nei ok, ég er rétt hérna, ég spá hann sé frá Ruslakistu Evrópu, Belgíu ránt og sé fættur 61 ránt ég ætla að segja Brasilia 81
þetta skíti báðir, þá er bara engin með rétt. Engin stík. Hvað var þetta? Ég horfði á spurningakeppni. Hvað var þetta? Hvað var rétt svar? Hann fannst þetta Íran. Og hann er... Þú varst búin að segja mér dikt, Jón. Og hann er 75 árið. Það útskýr ýmislegt, maður. Hver veit þetta ekki? Kallin er frá Íran. Ekki segja mér að séu fleiri með DJ Ég verði að vera með það. Ekki allt eitthvað svona, við þurfum ekki að svara þessu. Ég held að fyrsta var í gefin. Já, ok. Tónlistarmaðurinn Gilsi hefur... Þú þá? Já, ég. Ok. Hefur sést tæt upp malbygg á Gunduborgarinnar undanfarið. En hann keyrir á SRT8 sem einungis Hot Celebrities keyrir á. Hvað er trillitækið hans Gilsa mörg hö? Ég held að við ættum að monta rúm 400 hö. Rúm 400 hö, ég þarf að fá nákvæmt. Hversu mörg hö? 410 hestöfl. Það er bara hver verður nærði? Já, þá ég ætla að segja 420. 421 hö, vel gert Steindi! Jafntefli! Þú ert einu hö frá því. Jóni er komið með punkt. Þetta eru viðbjóðslega spurningar. Ekki allt eitthvað svona? Nei, alls ekki. Fáir hafa náð jafngóðum árangri í tónlistarheiminum undanfarna áratugi en tónlistarmaðurinn H.P. Baxter. Scooter eða? Þessi frábæri tónlistarmaður hefur verið aðalmaðurinn í hljómsveitinni Scooter eins og allir vita. En spurningin er, hvað er þessi höfningi búin að vera mörg ár á toppnum? Ekkert. Hann er aldrei náð toppnum? Aldrei. Ég segi aldrei líka. Þú ert örugglega að biðja eitthvað, ég ætla að segja 9 ár. Það er náttúrulega gaurinn er 60, ok, ég segi 20. Frá 1997. Hann er búin að vera toppnum frá síðan þá. Þá gaf hann út Move Your Ass, sem er eitt besta lag sem ég hef heyrt. Hann er 18 ár, ég er nær. Ói, hvað þetta eru ljót, þetta eru slíka. Herðu, eigum við ekki bara ekki farið eitthvað annan dagsjálfið þá? Hvað er mikið eftir þessu ógeði? Þetta eru 8 spurningar. 8 spurningar? Hvað er konar 4? Þetta var þriðja. Þetta var þriðja spurningin. Hvað er næst? Ói, bara stað. Armando Cristian Pérez, betur þetta sem Pitbull, er eins og allir vita besti rappari heims. Hann er eins og flesti vita með sömu klippingu og Adam Blondell og Ómar Ragnarsson. En spurningin er, hvenar ákvað Pitbull að viðurkenna að vera sköllóttur og láta hárið fjúka? Vá, þetta er hræðilega spurning. Hvað meinar þér? Ég tek hérna ding, bara 2000. Ok, Stonefucker? 2004. Stonefucker er 2007. 2007. Já, ekki að fagna eitthvað. Nei, það er ekki hægt að fagna í þessari keppni. Hvað er staðan? 2-2. Ég mun fagna þegar þetta er búið og mér er sama hvað staðan er. Herru, við verðum að kvæta þetta í 5 bara seinasta spurning. Hvað er síðasta spurningin í þessu? Hvað er þetta? Gilsi. Það spurjum sjálf maður. Hvers konar spurningakefni er þetta? Varstu lengi að hendi í þetta? Þetta er bara það. Það er nokkuð spurningar. Á Gilsi hvað? Sem gengur undir listamannafn DJ Muscleboy. Hefur ekki ennþá komið með yfirlýsingu hvort hann verið ber og ofan eða ekki á þjóðhátíð þegar hann performar á stóra sviðin í ár. Mikið er rifist þetta á kaffestofum landsins og fólk skiptist í 2 fylkingar. Enginn að spá þessu. Enginn spá því. Öllum sama. Er Gilsi að spá í vera ber og ofan eða ekki? Ég bara vil ekki svara þessu. Blöð. Já, hann er að spá í að vera beru ofan. Veistu það, við getum ekki. Ég var bara hróðlega að svara. Ég sá bara þér langar ekki að svara þessu. Nei, bara, já, hann spáir í að vera beru ofan. Hvaða ástæð er það maður? Við getum ekki gert það lengur. Er þetta rétt svarið? Verðum við ekki hægt þessu? Og Blöð fannst þig hérna. Já, það er 3-2 fyrir þér úti. Oftast er ég mikill keppnismadur. Þetta er eina spurningakeppnin í heiminu sem ég vil ekki vinna. Nei, ég veist ekki lofa þér, ég vil tapa. Ég get ekki. Ég er ekki bara búið. Ég hugsa, ég hætti. Ég ætla að hætta. Getur maður skráð sig úr keppni eða? Getur maður ekki hendur hanglaði þessari keppni? Ángríns. Hvað er næsta? Eitthvað með Mosquito. Hvað segir hann í Vössi 2? Það er bara 3 eftir. Já, ef þetta skánaði ekki núna, þá tek ég þetta af. Ok, 3 eftir. 3 eftir? Jónas Erik Altberg er án eða eitt þekktasti tónlistarmaður heims í dag. Aldrei heyrt þetta. Undir hvaða listanafni er hann betur þekktur? Jónas hvað sagði það? Jónas Erik Altberg. Er þetta ekki hérna helvítis, hérna ég rétt upp. Er þetta ekki hérna svíin hérna, er þetta ekki Beisanter? Rétt. Ég vil að Blöð að pakka þessu saman. 4-2. Ég er mjög ánægður að hafa ekki vitað þetta. Nei, ég er mjög ánægður. Ég vil ekki vinna þessa keppni. Síðasta spurningin. 2 eftir. Ok, bara 1 eftir. Ef þú saminar Auður Blöndal og Steinþór Hróar í eina mannesku, höfuð og auða sett á búkin á Steinþóri, hvaða fræga Hollywood-leikara myndi sá maður líkjast eða nánast vera bara tvífari af? Það er ekki hausinn að mér og búkin á þér. George Seinfeld.
Takk fyrir okkur báða. Þegar ég held þessi kemdi ekki Vestland maður. George Seinfeld maður. Já. Nei, þetta var mér data bara svona í hug, ég veit ekki. Þetta potið einhver feitur og sköllóttur alltaf, það nokkuð ljóst. Hver feitur og sköllóttur líka? Við erum alltaf að skemmta allir konunglega. Hann hefur svo gaman sjálfum sinna. Hver þetta? Ég ætla ekki eins og skjóta, ég ætla ekki að gera þetta gæðs. Þetta er alltaf ekki George Seinfeld. Nei. Hann vantar líka gleru. Egil hefur ekki vita á því að horfa á Seinfeld. Viltu ekki koma með skot? Ég veit það ekki. Sverða, ég veit ekki um eitthvað feina. Danny DeVito. Danny DeVito. Akkurat, Danny DeVito. Þetta var leiðilegasta spurningakeppni allar tíma. Ég byrst afsökunarinn. Hér eftir smástund augljósar og sturlaðar staðreyndir. Plúsferðir kynna vikuferð til Magaluf á Mallorca. Vilt þú vinna miða fyrir 2 í magnaða djamferð þann 18. maí með öllu inniföldu í heila viku? Flug og 4 stjörnu hótel sem skiptist í 3 svæði. Utandira tónleikastað, Vatnsrennibrautagarð og strandbar. Skráðu til leiks núna á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Við drögum út í beinni útsendingu á FM957 föstudaginn 8. maí. Sumarið þitt verður frábært. Fallegar sumarvörur fyrir allt frá lautarferð að ættarmóti. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. 50 lönd, 200 borgir. Nú Reykjavík. The Color Run í boði Alvogen ekkert venjulegt hlaup, heldur óviðjafnaleg upplifun þann 7. júní. Taktu þátt í litrikasta hlaupi ársins í samstarfið við Nýherja, Safran, Brooks, Buy 5 og lyfjafyrirtækið Alvogen. Ert þú búinn að skrá þig á miði.is? Orkulíkillinn veitir afslátt á Shell og Orkunni, afsláttarþrep, auka afslátt á þinni stöð, afmælisafslátt, upphafsafslátt, metanafslátt, afslátt á 10, 11 og yfir 20 öðrum samstarfsæðunum, sérmættar leikir og margt annað sem kennst ekki fyrir svona stuttur auðlýsingu. Orka, takk og bæ. Einn kosturum við að flytja Eiffelturnin hingað frá París væri að þá fengju Íslendingar loksins veitingastað með Michelin-stjörnu. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú keypt Eiffelturnin og fluttan til landsins. Stærsti pottur sögunar stefnir í 13 milljarða. Fáðu þér miða fyrir klukkan 5 í dag. Eurojackpot, föstu dagur til fjár. Í dag föstudagur og bátur dagsins pizzabátur á 549 krónur. Subway, ferskleiki okkar bragð. 25% afsláttur af öllum gæludýravörum helgina. Bíkó, gerum þetta saman. Notaðu sumarið vel. Sumarskólinn í FB. Sumarskóli.is. Kjarkmikið sesarsalat með raunsæju beikoni og hóværum kjúkling á Fredriksen, Hafnarstræti 5. Háspenna Lækjatorgi, Háspenna Hlemtorgi. Líttu við, Háspenna. Hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það Steindi June, Egil Gils og Auðun Blöndal ennþá með ykkur í stúdíónu. Og já, það nóg eftir. Nóg eftir. Það 40 mínútur eftir á þættinum og það verða tróðfullar af skemmtulega efni. Veistu? Já, sko, það búið að vera svo mikið í gangi í okkur að tíminn flýgur. Já, ég búin að gleyma að fara í sturla staðreyndir. Já. Og þannig að við hefum þær inni. Hefur ekki henda okkur í þær? Ég var að spá í það, henda bara í sturla staðreyndir hérna. Og herru, ein staðreynd þarna vitandi? Nei, ég gleymdi að búið fake. Ekkert mál. Nei, ég fer ekki strax. Ég veit samt þú gaman að ég skal búið til eina fake handar eftir bara. Ok. Fyrsta sturla staðreynd dagsins kemur hér og hún áhugaverð. Lengsti Monopoly-leikur eða Matador, lengsti Monopoly-leikur allra tíma stóð yfir í 70 daga. 70 daga? Já. Að klára einn Monopoly. Hvar var ég að lesa aftur daginn? Það er oft sko mikið vesen út á Monopoly. Þetta svo mikið, hefur ekki verið alls konar riots og... Ég var með það í stjórnlegum staðreyndum. Já, akkurat. Það hefur maður verið drepinn út á Monopoly. Það koma að fræðist mikið þegar stjórnlegar eru. Ég veit það. Þetta svona kannski eina sem situr eftir með hlustendum. Allt annað þú verður ekki svona nokkurum prósent úr það glata heilasælum með að hlusta á okkur. Svo koma þær aftur í stjórnlu. Hvað gerir maður í Monopoly? Safnar maður bara cash? Hefur aldrei spilað Matador. Þá farið í Monopoly. Kaupi götur og setur á henni, þá vart að borga. Kaupi götur og hendir á þetta hótel og fyrir að rukka menn maður. Já, ég ætla að henda mér í þetta. Já, basically það sem að ef það léttir eitthvað, þá vart að safna cash, já. Og þú vinnur þegar allir hinn eru gjaldþrota. Þetta er svolítið eins og gerði með fyrirtæki. Þetta er svona safna fyrirtækjum. Vinnur það sem á öll fyrirtæki.
Næsta 1 milljón. Já, ok, þið veitir hvað hérna. Nú er jörðin, hún er eitthvað finnst jörðin stór eða ekki. Jú. Það þyrfti 1 milljón jarðir að komast 1 milljón jarðir inn í sólina. Spáðu að sólin er rosalega stór. Já, hún er hrikaleg. Þetta er ótrúlegt. Já, þetta finnst mér nefnilega mögnustarind. Kannski ekkert fyndið við hana, en þetta er bara að sýna hvað sólin er ótrúlega stór. Já, einmitt. Nákvæmlega. Og það eru tilgeimur. Já, það ekki. Það er 100%. Það láta fólk vita að það er klart, það er staðfest. Svo er það þriðja, þú mátt giftast líki í Fraklandi. Já. Þú mátt einhvern deyr og þú varst kannski ástfangin eða eitthvað og vildir giftast þá máttu. Það er ekkert vesinn. Okay. Manneskja má vera dáin sem mátt að giftast. Frakkar eru skil. Er þetta ekki svolítið spes? Já, þetta er svona ágætt samt að sé einhver staður fyrir náriðila geta að flutt til Fraklands. En það ekki? Já. Til Fraklands. Einhver stað að vera vondur að vera? Nei, ég held að sé ekki vera að meina svona. Ég veit það ekki. Þetta er grilla. Líka bara út að bjóði í brúðkaup og svona. Hvernig getur það samt, hvernig þetta hlýtur að vera rámt? Þetta getur ekki verið rétt. Þeir hefur alltaf googlað og alltaf fengið andlitið. Þetta má. En betur hvað, ég skil ekki, þú veist, þá, þetta er bara lík. Já. Og þá er, þú veist, líki hefur engan rétt sjálfs, þú veist, máttu bara taka lík heimtíðin og giftast því og bara eiga það. Í Fraklandi, já. Það er bara ekkert þessi. Oft eru dauð hjón lík. Já. Svo er það næsta, þetta er mjög gott. KitKat er talið happa í Japan. Það er allt talið happa í Japan. KitKat súkkulaði? Já. Það er talið happa. Já, það er mjög gott, það er happa út með KitKat á þér. Já. Þetta er klikkað. Mjög sérstætt. Hvernig byrjar svona kjaftaði maður? Ég veit það ekki. Eru þið svona hjátrúðafullir drengir? Nei, ég er það ekki. Ég er svolítið hjátrúðafullir. Veist að, reyndar. Já, veist að, ég grímist að banka og segja 7-9-13 í hluti. Gerir þú? Já, svona ef ég segi kannski hvað, tekið svona 7-9-13. Já, ég ger það líka stundum. Það pæli hvað það er lúðalegt. Það er bara lúðalegur og þú gerir ekki lúðalegur hluti. En verður þetta... Banki vekki og segja 7-9-13. En verður þetta til þess að þú mynd byrja að labba með KitKat? Nei, alls ekki. Nei. Það verður bara bráðuna í vasanamanni út af einhverju. Já, ég hef aldrei skilið eitthvað svona fótboltamenn að spila í skítuðum sokkum og eitthvað svona ruggfattaru. Þetta er bara rugg. Já, allavega KitKat sé happa, ég er ekki að kaupa það. Stólaði bara sjálfa þeim, hvað rugg er þetta? Floyd Mayweather þénaði meiri pening á pakki á bardaganum heldur en David Beckham gerði alla sinn feril sem fótboltamaður. Það voru ekki verið að tala um auglýsingar og allt inni. Launin sem að David Beckham fekk fyrir að spila fótbolta var minna heldur en Mayweather fekk fyrir 1 bardag. Bara frá upphafi Beckham. Já, báðið því maður. Já, rakaði aðeins inn. Já, hann fekk hérna, 26 miljardar fyrir bardagan. Já, hann var leiðilega bardagamæður. Já, og ég hvað ég maður að vaka eftir þessu hugist inn svo undir hlinan. Já, það var ekki góð auglýsing fyrir bóksið. Nei, því miður. Svo er það hérna 27% bandaríkjamanna eru með hundin sinn í erfðaskrá sinni. Já. Myndir þú setja pullu? Já, veistu, ég myndi örugglega alveg slæta á pullu einhverju. Það var að hafa það gott. Ég veit ekki, sófan á sjónvarpið eða eitthvað. Við horfum rosa mikið saman á sjónvarpið, sko. Þú og Pulla? Já. Er hún sjónvarpið ekki það? Já, hún horfir á sjónvarpið, sko. Það en ég kom nú inn á hérna í byrjun þáttar og við rædduðum ekkert meira, það er vesen á Pullu. Já, og það er búið að vera svolítið vesen á Pullu. Brjósklósi, ekki? Já, og hún er komið með, já, svona hrygghörnun. Þarf að fara í eitthvað aðgerð og eitthvað ekki? Já, sko, gæti endaði aðgerð, sko. Hvernig kom staði og var eitthvað? Hún var farin að labba svolítið astnalega, sko. Og hún þarf að fara í einhverja gúmmiskó og hún gæti fikk hjólundi lappirnar, sko. Já, og það er bara for eðver þig. Það myndi kæta Auðun Blöndal. Ég er ekki svo vondur. Ötti er svo lítið í tímpullu. Ef hann myndi fara að sjá hana núna, rúla hérna inn á hjólastól, hann myndi gera líf hans bara. Nei, bjarga deginum hjá hann. Þegar þú sagði mér þetta á miðvikudaginn, þá fannst mér þetta bara skrítið. Auðvitað vona ég ekki að hundurinn endi á einhverju dekkjum. Nei. Hún á eftir að hrista þetta af sig. Já, ég er í tímpullu í veikindum, ég lofa. Ég held að það séu flestir í tímpulla, sko. Það er þú og nokkri sem er ekki í tímpulla. Ég ætla að ná okkur yfir. Svo er það hérna í Japan getur þú fengið ís með hestabræði, kolkrabbabræði og kaktusbræði. Og kaktusbræði? Bara líka ekki random bræð. Það veit enginn hvernig bræðar að kaktus, sko. Hver er smakka kaktus? Hvað er líka ógeðslega bræðaröður væri þetta? Ég ætla að fá hérna hestabræð, kolkrabbabræð, kaktusbræð og smartís. Það er ógeðslegt og íbarast það. Svo er það hérna, næsta.
Ég að fræðast svo mikið á stuttum tíma, þetta æðislegt. Já, skatomansi eru þeir sem að sjá framtíð þína í saurnuðinum og þetta vist alveg algengt. Þú látið spá fyrir þér með því að skatomansi sem sagt hópur. Það bara tarotspil og svo stendur upp á borðið og skýtur á borðið og þeir bara kíkja á þetta Ég held þeir sé eitthvað skoða í saurin sko. Nei, ekki til miðla sem að grubli saur. Jó, skatomansi. Er eitthvað saurmiðl hérna á landinu? Er eitthvað skatomansi á landinu? Ég veit það ekki. Nei, það hlýtur nú einhver saurmiðl að vera á landinu. Ég myndi aldrei fara til hans. Það fór alltaf miðl myndi ekki leiti í smá saur bara upp á að það hlýtur nú að vera. Þetta er alltaf viðskiptahugmynd. Ef það er einhver saurmiðl á landinu og þú ert atvinnulegs heima fyrstu saurmiðl. Nei, þetta er síðasti miðl sem ég myndi fara til. Þetta getur samt verið eitthvað í þessu. Þú sér það eins og Ásgeir Kolbeins, hann nota bara rassamæla. Það af því að þeir eru svo nákvæmir. Já. Og ef miðillinn fær að fara í sauriðin þá er hann er vel dítelaður sko. Já, hvað er að fara að gerast í framtíðin? Já, ef þú sér það einhvers stað þá sér það í saurnum. Það er svona mjög nákvæmt. Það eru 4 milljónir katta étnir á hverju ári í Asíu. Já. 4 milljónir. Tjöfuleg gengur að Asíubúanum. 4 milljónir, hvað er verið á ári? Henda þessi í núðlutunni eða hvað er ég veit ekki. Hvernig er köttur á bragðið? Aldrei smakkaðan sem betur fyrst. Ég held að hann sé fýtt nefnilega. Er þetta fetu lítið kjöt eða? Já, það ekki. Ég var alveg til að taka eitt síðan svo smakkan. Ég meina, hvað er þetta bara köttur og kartöflur eða? Hvað er þetta teinamatur eða hvað er þetta? Ég var að taka kött á tein. Þetta er hræðilegt, 4 milljónir ári. Ef ég myndi bjóða þær í mat og var í kisa? Ég myndi segja við þig, þessi köttu var lasinn og hann vildi fara svona. Hann vildi vera étinn. Sagði það það? Nei, bara við skulum ekki að hugsa þetta mikið. Hann bara vildi það, myndur ekki smaka hann? Nei, ég held ekki. Ekki? Mér langar ekki heldur að smaka hund sko. Svo er það síðasta, Pharrell Williams, hann er að gera gallabuxur úr ruslinu úr sjónum. Er hann ekki að verða full arti í vinnur okkar núna? Jú. Bara búið til einhverja gallabuxna línu úr ruslinu úr sjónum. Ég get alveg séð það fyrir mig með svartan tópi að veiða eitthvað drasl úr sjónum með risastóran hatt á hausnum. Hann er full arti. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Það eru augljósa staðreyndir eftir þig ekki? Það eru augljósa staðreyndir. Fyrsta sinn í langan tíma. Djöfull er ég spenntur maður. Ertu búin að finna Mr. Selfridge-betan? Annars tekið þér ekki. Hann er tilbúin. Hann er klár? Já. Ok, þá getur þú bara hent ykkur ketti á grillið. Ég er klár í þetta. Speed. That was a couple of years ago, and now I'm revving up for deliverance, switching up gears, got a couple of years to go. Til hamingju með 60 ára afmælið og bjóðum til afmælisveislu á morgun klukkan 2. Afmæliskaka, skemmtiatriði, andlitsmáling og blöðrur fyrir gesti og skemmtileg tilboð í verslunum. Skoðaðu dagskrána og tilboðin á smáralind.is. Smáralind. Góða skemmtun. Engin transfita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Lokal. Salat hefur aldrei verið svona gott. Lokal Borgatúni, lokal Smáralind. Toyota notaðir bílar eru komnir í Kauptúnið. Örugg umboðsala á traustum grunni. Söluskoðun á staðnum. Betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni. There's only one American bar in Iceland. American Bar Reykjavík. Gummifatnaður með 20% afslætti á Kringlukasti í FNF. Flottar vörur á ennþá betra verði á Kringlukasti. FNF Kringlunni. FM 95 Blö er í boði Hamborgarafabrikunar. Makaðist ekki vel hjá ykkur? Það held ég, kæru hlustendur, þið er að hlusta hér á FM 95 Blö og já, það er komið að dagskrálið núna sem hefur verið í góðri pásu. Góðri pásu, allt og langri pásu, ángríns, allt og langri. Það var nú samt einhver ástæð fyrir pásunni. Já, nei, það held ég nú ekki, þú var bara pirraður í þessu. Nei, þetta var svolítið skrítið og orðið svolítið einsjæðar. Nei, ég er ekki sammála þessu. Ég hef alltaf verið aðdáðandi. Alltaf. En þetta eru augljósa staðreyndir. Það er hár rétt, það eru komnar aftur. Ég segi nú kannski ekki komnar aftur, en það kemur ljós. Það eru í dag alltaf. Það er í dag, það er bara það er í dag. Heyrðu hvað ég er glaður að því ég veit ég er að fara þér. Ég gat ekki sagt nei við þið, sko. Það er svo langt sen að það voru. Ég veit það. Heyrðu, sko. Já, þú vilt náttúrulega bettan eða ekki? Ég vil fá Mr. Selfridge bettan. Alveg strax. Ég er að finna hann hérna núna. Hvernig getur þú klikkað á þessu? Nei, hann er það.
Hann er hann, já. Að heyra hann. Að heyra þetta. Maður fær flashback. Maður fær flashback. Ég getur ekki að hækka, já. Já, svona. Þú veist að ég vil hlaga svo hátt, já. Að ég vil að heyri í þér líka. Já, heyrist ekki í mér núna? Jú. Svona. Eru þið klárir? Sko, þetta eru augljósa staðreyndir og já, ég er með, það eru 5 stykki eins og alltaf. 5 stykki augljósa staðreyndir. Akkurat. Eftir góða pásu. Já, og ég veit ekki hvort ég sé spenntur eða ekki. Ég er spenntur. Já, eru þið klárir þá? Já. Ok, fyrsta augljósa staðreind dagsins og hún hljómar svona. Snákar sprengja aldrei neitt klukkan 12 á gamlárskvöld. Þú veist, þeir eru ólöglegir á Íslandi. Hver er? Snákarnir, og þeir fíla ekkert svona læti. Já, bara fyrir utan það, hvernig þeirra, ég ætla ekki eins og út í þetta. Það er svo margt að maður, sko, það er ekki bara því þeir eru ólöglegi, sko. En þeir fíla ekki lætin? Hvað er þeir að fá rakettur svona til að byrja með? Þeir geta það ekki hendur. Og hvernig er að kveikja það? Þeir eru ekki með hendurinn sinni. Nei, ég er að segja að þá er þetta ekki bara því þeir eru ólöglegir á Íslandi. Nei, ég veit það. Og þá, heyrðu, þetta er svo vondmaður. Mjög augljós staðreind. Þá komið að augljósi staðreind númer 2 í dag. Hún er virkilega augljós og skemmtileg. Og eru þið klárir í hana það? Já. Ok, hún hljómar svona. Útigrill eru ekki með tímaskinn. Þetta er augljós staðreind. Hún er mjög augljós. Já, það er auðvitað hægt að kaupa útigrill með tíma. Þú þyrftir bara, þú veist, það myndir bara brenna steikina. Þú veist, þú þarf að fylgjast með kjötunum sjálfur. Já. Þú með fleiri? I got nothing. Það er svo gaman að horfa Ég horfi, og þið voru að horfa á mig. Ég er að horfa. Þið voru að horfa beint á mig. Eitthvað meira handa á mig? Já, ég meina. Þriðja augljósa staðreind dagsins og hún hljóma svona: endur nota ekki kúta. Nákvæmlega. Hvernig þetta er að blása kútin upp? Já, akkurat, það er náttúrulega sem er að tröfla. Hvernig þetta er að setja kútin á sig líka? Hvað er þetta að kaupa? Hún er alltaf bara með vangi. Þetta er augljós staðreind. Það er alveg nokkuð ljóst. Endur nota ekki kúta. Hvað viltu frá mig? Mjög augljós. Það eru rosalega góðar í dag. Ég verð að ég segi sjálf frá. Það eru mjög góðar í dag. Hvað eru margar eftir? Það eru nokkrar eftir hérna. Nei, það eru mjög fá, 2 eftir. Það eru augljós staðreind hérna, númer 4. Óli Geir er ekki pappi Geirs Ólafs. Þetta er bara tilvíðin. Já, þegar Óli Geir og Geir Ólafs. Já, ég fatt það. Sko, þó að mér finnst ekki að byndi á þér stendi, þá finnst mér þetta alveg fínt, sko. Er Óli Geir ekki pappi Geir Ólafs? Nei, augljós staðreind. Þetta er augljós staðreind. Hann er yngri en hann. Þetta er bara tilvíðin. Þú vissi þetta þegar ekki? Já, þetta er bara tilvíðin. Þetta er bara svipun upp. Sko, ok, nú er komið að augljós, þetta er 5. augljósa staðreindin, en hún er spurning. Já, hendin á eigið. Eins og nú svo aftur. Ég ætla að hendin á þig, veit ég. Ok, sittu betur. Og veit þú voru að horfa vel á mig. Horfi augun á mér. Ég var bara að semja þessa rétt á að mér. Hvað er blátt í frá... Fór einhver rosalega tími að semja hitt allt, eða? Nei. Þú samtið þetta bara áðan, hvað tókst alltaf vikuna í hitt, eða? Þessi er sko mjög góð. Hvað er blátt í framann og með rana? Blátt í framann og með rana, augljós staðreind. Já, bara fíll. Nei, það er pappið með stampínu og haldi í sér andanum. Þetta lag, þá ætti að tjekka á því. Siggi Sigurjóns fer þar á kostum. Þetta er Of Monsters and Men með lagið Kristall. Ég er bara ennþá að jafna mig eftir augljósar. Já, það voru frábæra þetta. Það voru alveg geggjaðir þetta. Já, og við minnum á að við erum í skemmtilegu leik á Twitterum. Við förum að tilkynna Sigur. Það er bara 2 myndir. Já, heyrðu strákar, við erum sko, ég er búin að sjá nokkra mjög góðar. Þannig að ég sko er ekki bara 5-10 mínútur eftir þessum leik. Nú þarf bara að leiða dritin. Hvar ertu að hlusta á okkur og taktu myndaðir og marga góða myndir komnar. Og hashtagið FM95 blö og það sem er í boði er partybás á Fabrikunni fyrir 4. Einn á Höfðatorgi og einn á Akureyri. Það er nú næs pakki að vinna maður. Ja, kokteil í fiskabúri, risa nachos og ég veit ekki hvað og hvað. Og það er líka bara stemning að byrja létt jamma á Fabrikunni. Algjörlega. Þannig að þið hefur smá tími í þetta. Já, og hvað erum við að fara að bjóða hlustendum upp á akkurat núna? Núna ætlum við að fara í dagskóliðin Mynduru fyrir cash. Já, það er komið. Yes. Já, hann Eigum við hendi trailer? Hann hefur ekki verið lengi. Þannig ég fæ 2 trailer í dag. Þetta og stuðlagið. Viljið þið trailer? Ég ætla að tellja þetta svo því trailerum. Æ, ok. Erum við að fara að hendi trailera auðviti? Ég ætla að hendi halvan trailer, Egil. Það er ekki góð dill. Nei, bara heilan. Would you like to have buckets full of...
Ég get ekki klára þetta bara komið Gott að segja Auðun Cass Blonde Já, flott En Cass, hvað ætlar að vera, er þú með spurningar? Já, Auðun heiti ég og er með 3 spurningar hérna í dag Auðun heiti þú, betur þekktur sem Cash Betur þekktur sem Ötti kannski eða blöð, með sem búin að venjast í mann þegar að byrja að blöð Já, þú ert eftir að venjast Cash held ég Nei, ég var ekki eftir að venjast Cash It's gonna grow on you Ég gleymi aldrei því ég sá hérna það var 10 ára strákur sem við vorum einhvern tímann að rölda þarna og hann hljóp til hey Cash Fæ ég mynd Já, fæ ég myndaði Cash Það var ekki á Akureyri Þá er það hann var ekkert að grína Hann var heldur ekkert að grína, hann var ekki að vera leiðilegu við að neitt, hann bara kallaði Cash En blöð, höfum eitt á hreinu ég veit þetta er alltaf taktík hjá þér og hún virkar stundu virkar mjög oft láta tíman líða, klukkan er 6 sem verður ekki stuðulag það er ekki að fara að gerast í dag Það er bara svo mikið að vera hjá okkur Akkur endum við alltaf á því Til dæmis ef þú hefði sleppt trailerinu þá er kannski ná stuðlaginu Það er komið að myndunum fyrir Cassie með 3 spurningar svo alltaf ein er, það er ágættar allar tilbúinir, strengir Aldrei aftur sól þið fóðu 10 miljardar Já eða nei Þú maður taka þessum díl og skóplónum Þú segir nei við þessu Til hvað sagði ég 10 miljardar og þú kemst ekki í sól Hvað ætlar að gera? Fara til Grænlands eða? Nei, þá getur við bara ferðast vetunar og svona Já, frábært Ferðastu vetunar En sko, þú getur náttúrulega búið til þú getur ímyndaðir hvernig hús þú ættir þú getur búið til einhvers konar gerfi einhvers svona garðskála með gerfi sól og hita og pálmatrjám og þú getur alltaf verið í sumari sko. Dreftu mikið stendi, þetta verður aldrei eins og verið í sól Aldrei Ég ætla að æfustegi, ég ætla að vera sammálaagli, ég ætla að segja nei Það er ekki hægt að sleppa svo, ég er pínu sammálaagli þarna, hvað er gaman eiga þvílíka peninga og svo getur ekki farið til útlanda Ég er bara sammála, það er ekki hægt að sleppa svo Ástæðan fyrir þú ert að safna cash og búa til cash og kúka cash og getur verið á snekkjunni í sólinni Já, akkurat Það er það sem lífið snýst um Þetta er það sem lífið snýst um, búa til cash og komast á snekkjun Næsta spurning Mundið þið láta græða okkur 3. löppina fyrir 500 milljónir Hvað má ég setja hana? Í klófið? Já, hún kemur hérna svona Já, hún kemur hérna í klófið, sko, við hliðin á bara félagann Hann er með 3 lappir Get ég nota hana alveg að vel og allar hinnar? Já, hún er niður, sko Hann getur nota félagann? Get ég hlaupið með henni og sparka með henni og Yes Það er þetta fínt upp á bara Good swooping maður að vera með 3. löppina Geta farið á lag með einhvern í klesum maður Já Hvað er kæsið hérna? 500 mils Sko Er það? Þetta maður ekki að sleppa þessu? Nei Þetta er vesum að fara, þú veit kannski fara að kíkja á Vigni Andersinni kultúr og þetta langar í Galabusur Ég ekki dreftu mikil Hvað? Þetta er svo Kíkja á Vigni kultúr, þetta er bara, þetta er ekki hægt Þú opnar ekki setningu Það er það sem er á dröfla Þú mátt ekki opna setningu Þannig að kíkja á Vigni kultúr og fá sér Galabusur og kemst ekki þeirra þegar með 3 lappir Það þarf þetta er góða punktu, það þarf að sérsuma við föt Ég held þetta geti bara verið nokkuð þægilegt Svona öllagurinn sleftur að því að maður getur oftir þreyttur að lappa mikið og svona Þú er mjög þreyttur að þú ert að lappa svo mikið Nei, ég er að segja, þú veist, það er bara Keyrir allt Þetta myndi hjálpa manni helling Já, það nei, drengir Ég segi nei Ég er að tala um það, með aksturinn Þá ertu bara með löpp á þú með kúplinguna og bensíngjöfuna og bensínu Bara já, nei? Alltaf já, alltaf Já, 3 lappir á þig Staðfest Ok, þá er það síðasta spurningin og þessi spurning kemur eftir ég horfði á Klán í gær Ég var að rifja upp gamlar seríur á Klán þar sem þeir ákveða að prófa þetta eiturlyf hérna einu sinni félagarnir í þáttunum, þá datt með þessi í hug Eitt finnasti þátturinn Og ég spyr ykkur, hún er svolítið ógeðslega af því að mér finnst eiturlyfi svo ógeðslegt Mundið þið prófa heroin einu sinni fyrir 70 milljónir? Já Ég ætla að henda já á þetta Í alvegni? Já Menn segja að þú prófar þetta bara getur ekki hægt sko Nei, það er ekkit rétt Það er vist einhver rosalega hægt á því Ég sko, ég veit ekki Þannig ertu líka komin á botnin sko Ég er svo mikla trú á bara maður verður að treysta sér bara Þú tekur bara eina sprautu og svo hættur Nei, það er bara hóli Nei, já, það er ekki Hvað er þessi víma lengi af þessi heroin víma? Já, því ég er náttúrulega tekið þetta reglulega, ég veit það ekki Þú myndir bara hafa gaman í víma Ég er sverða upp á allt sem ég myndi segja nei Er það? Ef ég myndi setja 70 milljónar á borðið og svo sína er eina sprautu með heroinni, ég myndi segja nei Er það? Já, og ég er ekki að segja þetta bara þegar með beinni En þú heitir cash, þú elskar cash Já, ég bara er ekki að fara að sprauti með heroinni, það er bara þannig 200 milljónir um til sprauti í heroinni Nei Ertu ekki til sölu þegar kemur að heroinni? Nei
einhver tala, þú myndir einhver tíma að segja ok, fuck it, sprauta þessi Ég myndi bara ekki taka Ég bara, sko, ég einhvern veginn hef það mikla trú á því að ég gæti sleppt þessu viðböðu þó ég myndi taka þetta einu sinni. Ég meina, það sem er að ef þú verður háður þá hefur nú 70 miljónir til að reyna að kippa þig í liðin fer bara í fancy meðferð eitthvað En samt, það er samt ógeðslegt að setja belti á hendin og sprauta sem eitthvað, ég segi nei Ég verð að segja nei Þið mættu alveg henda nokkur sprautum í baki á mig fyrir 70 miljónir Já, vitið það, ef þið eigið 570 miljónir þá getið þið séð Steinda Junior sprauta sem er heroinir með 3 lappir niður í bæn Og We Can't Stop, þetta var hrikalega vinsælt hérna árið og bara fínasta lag Hvenær haldið að hún komi til Íslands og spili hérna fyrir okkur? Ég myndi ekki hika við að fara að mæla sér þessu Nei, auðvitað fær mér Ég ætla að gíska að veri fyrir 2018 En nú klukkan að vera 6 og já, við erum búin að vera hérna með ykkur sem 4 í dag Við vorum með skemmtilegan leik í gangi þar sem þið átt að setja inn myndir af ykkur á Twitter með hashtagið FM95blöð að sína okkur hvar þið voru að hlusta Það kom svo margar góðar og skemmtilega myndir, það var mjög erfitt að velja úr Já, við getum þetta að fara aftur í þennan leik næsta föstudag Og það var í boði partybás frá Fabrikunni og sigurvegara dagsins eru þeir Þorbjörn Geir, eða Bjössi Geir Hvað var á myndir hans? Hann er út á svölum með gamla Já, hann er með pappa sínum, og það eru 15 í fötu og allt klárt að hlusta á FM9 blöð og myndin er af pappans sem er með sömu greiðslu og ég mjög svalur náingi Því líkir fagmenn, pæli því, þeir sitja nú út af palli að hlusta á FM9 blöð Það er ekkert stress í gangi Þeir eru bara með bjórin, kláran, þeir sitja þarna, það er sól Ég var til, ég ætla að spurja hann, ég ætla að senda honum message á Twitter og spurja hvort ég með fara að kíkja á það Þeir geta að kíkta á Fabrikuna í partybás eina ég þarf að fá kennitölunar og nafnið en ég sendi honum hérna eitthvað á Twitter og svo var það hann Stefán Dahl það er föstudagur upprópunarmerki og hann er að hlusta okkur í sturtu með einn ískaldan og það er skemmtileg mynd Hann er byrjað að gera sig klára, hann er í sturtunni Hann er greinlega að fara að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld og er að hlusta í sturtunni Hlusta FM9 blöð hér og nú eftir 84 daga var líklega hérna fyrir utan þjóðatíðasviðið mjög góð mynd Menn sem eru erlendis, ég hefði viljað velja svona 15-20 myndir þarna en skulum reynum að hafa þetta svolítið gaman, fastu liður jafnvel Það er bara líka skemmtilegt að sjá hvað fólk er að hlusta og reynum alltaf að hafa flotta vinninga En Þorbjörn Geir og Stefán Dahl þið eigið inn í partybás á Fabrikunni Það er bara þannig Það er komið að stuðlæginu þegar það eru 3 mínútur eftir Já, ég ætla að vera komið að lokum bara Nei, alls ekki, við náum að stuðlæginu Ég var alveg til að kveðja Ég ætla að biðja alla þá sem eru að hlusta sem eru í prófum að slökkva á útvarpinu right now Já, því þetta er svo rosalega angýr Ertu í alveg að fara að halda þig fram Hvað að þú ert heitir að fara að spila einhvern viðbjóð að það sé að fara að reka lið bara einhvern í ríki og það er að fara að skýta á sig í prófum út af þessu Aldrei Ert í prófum, nú lokar tölvunni eða slekkur út af henni í bílnum og það strax 2 ítalskir, mjög virtir ungir myndarlegir plötusnúðar aldrei unni með þessa meistaráður Ég þarf ekki að kynna þetta mikið meira Herri þetta bara í gang og hækkið í bóti sem eru ekki í prófum Hvað heitir lagið? Og hvað skýt kaldan Bounce Generation heitir Just bounce to this. Það held ég, veistu það, ég ætla samt að gefa allir það Þetta er bara töluvert betra en ég átti von á Ég held þú verið að fara að hendi ykkur Mosquito Balloon viðbjóð Ég er ekki að fara heim að hlusta á þetta lag En þetta er miklu skárra en það sem út var að koma með þetta Til hann ekki með það Eina sem fyrir í töðunum við þetta lag, það er ekki sungið Eina vandamál er að ég heyri bíl að vera að taka hamburgsböðurinn og miklu betinni En það er komið að lokum hjá okkur í dag Kæru hlustendur, við þökkum kella fyrir hlustununa Við verðum mættir hér aftur eftir viku Má ég taka smá kveðju á heimabæinn, strókar? Já, endilega Nú er ég úr Mosesbæ og eins og flestir ættu nú að vita Og mínir menn í afturhaldingu eru komnir í úrslita viðureign í handboltanum Og þeir eru núna að keppa klukkan 7:30 við Hauka Reyndar á útivelli En ég vil segja öllum að henda sér á leikinu og sjálfsögðu stiðja afturhaldingu í þessu Og þeir eru að tapa, það er 1-0 undir fyrir Haukunum Þannig að þeir þurfa að vinna þennan leik og nokkra viðbót Já, Haukarnir eru ekki sammálaðir sem eru að hlusta En já, við hvetjum alla til að kíkja á leikinn Absolutt. Takk fyrir okkur, góða helgi, heyrumst eftir viku